Komið sæl. Í dag er búið að vera þó nokkuð bjart veður allt land. Sjáum það hér að þessari gervitungmynd sem tekin var akkurat á hádegi. En það er smá snjór hér norðaustan til og búið að vera svona skýjað með köflum þar. En hér sunnan og vestan til þá er snjórinn að mestu tekin upp allavega á láglendi og það er búið að vera bjart allvíða í dag. Sjáum hér einnig ísröndina við Grænlandsstrendur og meira að segja hitaskil í hafinu líka. En ef við skoðum hér hvað það er sem stjórnar veðrinu þá er þessi lægð hér sem var að viðhalda norðlægum áttum hjá okkur og vindurinn hann fór upp í 17 metrar á sekúndu þegar mest lét núna í síðustu nótt og morgun. Þessi lægð er sem sagt komin hér við strendur Noregs og hún er alveg að hverfa á bak og brott. Hæð tekur hér við í augnablik en hún ætlar að fara svona nokkuð ákveðið til austurs, hann er áhrifamun þó áfram gæta hjá okkur en nýlægð hér úr suðri, hún svona bætir aðeins í vindin hér sunnan heiða en það er svona helst að næstu dag verði bara nokkuð þurrt veður á landinu og frekar hægur vindur fyrir utan þarna allra syðst. Á hitasviðinu þá er ekki heldur miklar breytingar að sjá, það er upp í svona 8-9 stig þegar best lætur en í dag fór hitinn upp í 10 stig á nokkru stöðum, þar á meðal í Reykjavík en við sjáum það eru í rauninni sáralitlar breytingar núna næstu dagana. En hér sjáum við núna í kvöld og nótt að svona er aðeins að þykna upp hér sunnan heiða og víða bjart fyrir norðan. Það er nú ekki mikla breytingar eins og sagði en svona örlar á smávegisvætu hér vestanvert landi núna í nótt og fyrramáli, kannski einkum á norðvestanverðu landinu en nú erum við að taka til afskaplega litla úrkomu af því það er bara ekkert annað að frétta. Hér sjáum við seinnipartinn á morgun. Þetta er svona skýjað með köflum hér suðvestan og vestan til. Það er útlit verið, ég ætla að segja að verði úrkomulítið eða jafnvel þurrt en það er svona eins og sjást aðeins, það er smávegis-dropar. En hér á austanverðu landinu víða nokkuð bjart veður, hitatölurnar svona kannski aðeins að hækka á morgun ef eitthvað er en ekki mikið að vera þannig. Síðan horfum við hér fram eftir og sjáum við að svona fer að bæta í vindin hér syðst hér með suðaustur og suðurströndinni. Þá er það þessi lægð sem er að koma úr suðri. Hún ætlar ekki að koma neitt rosalega mikið við sögu. Það er svona smávegis éljagangur hér fyrir norðan á páskadag. Frekar hægur vindur heilt yfir og víða bjart hér sunnan og vestan til. En hitatölurnar það eins og segir, það er ekki mikla breytingar hjá okkur. Á annan í páskum þá er áfram frekar hægur vindur á landinu, víða bjart veður hér alveg á vestanverðu landinu, kannski svona heldur þyknar upp hér norðaustan og austan til og útlit fyrir að verði úrkomu lítið en það gæti nú fallið eitthvað svona smávegis á þeim slóðum. Á þriðjudaginn eru nú engar stórkostlegar breytingar heldur. Það er smávegis úrkoma að falla hér allra austast og svona skýjað þar. Þyknar kannski heldur upp hér suðvestan til en víða bjart á norðvestanverðu landinu. Og ef við skoðum hér í Skandinavíu þá er hér úrkomubakki sunnan til einkum í Danmörku og Svíþjóð en úrkomu lítið annars staðar. Það er smá stökuskúrir hér þegar sunnar dregur hér á Balkanskaganum og Ítalíu en það er ekki hægt að segja það sama þegar við förum vestar, það er óstöðuleiki þar. Það er lægð sem stjórnar veðrinu á Íberíuskaganum og Frakklandi og þó nokkuð óstöðugt veður þar. En það er einnig óstöðugt veður hér í Bandaríkjunum. Sjáum hér það er svona úrkomubakki, jafnvel þrumuveðursbakki sem nær hér frá Texas og alveg að vötnunum miklu. Gæti alveg verið hvirfilbyljir í þessu eða haglél eða svona ýmsar hættur. Og þetta er ansi lífseikt, annars er hér lægð allra austast í Kanada líka. En hjá okkur á morgun það er útlit fyrir nokkuð fallegan dag. Það er frekar hægur vindur og víða bjart veður, svona skýjað með köflum á suðvestan og vestanverðu landinu, mögulega smá vætu, þá kannski helst að horfa á vestfirðina. En næstu dagur eru frekar rólegir svona heilt yfir landinu. Takk fyrir mig og verið sæl.